Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Herru, Messi. Þetta er 22. Hegi, mér fannst við hæfi. Já, er það ekki? Jú, mér fannst það alveg pínlítið við hæfi. Já. Ég ekki bara að fara að segja hana, henda okkur í gang. Eru klárir? Eru ekki líka með eitthvað fullt úr enska? Var einu sem var ekki búin að nóta almennilega niður. Ég með eitthvað punktað annað fyrir úr enska, elsku kútsunum minn. Já. Ég spyr ykkur líka bara spjórunum úr. Er það ekki? Jú. Nú gerir þessu Hjörvar. Laga ég hárið, réttur fyrir Ídóri Ekk. Hjörvar? Þið eru báðið með derrunar, þið eru derrubrósar í dag. Ég er bara alltaf með derru í vinnunni. Líka ferðið vel, Kili. Býtu hvað? Þú snið á mig? Nei, alls ekki alveg. Báða með derru og það ferði vel, Kili. Já, ég er óvanur þér með derruna. Þetta er svona, jú, samt. Það kemur alveg fyrir. Man sér þið bara svo oft á skjánum, það er aldrei derrað þar. Nei, það var líka mjög skrítið. Já. Erum við góðir? Mjög góðir. Getur þú Ræðum nefasamlokurinn á stelpunni Keflavík, nei. Það var vel gert maður. Já, það var. Ekki samlokan heldur, bara joggið tilbaka. Jú. Herru, henda okkur leið. Byrjum upptökur. Held ég, góðan daginn, Epic America. Það er Dr. Fútból hér á þriðjudagsmorgni í beinni frá Epic Studios. Við erum líka í beinni á YouTube og hér er ég í fjarveru Hjörvar Hafliðasonar sem er, kominn til Bandaríkjanna. Er hann ennþá í Kanada, vitið þið þetta? Nei, hér eru komin til Miami. Eru komin til Miami? Já. Þetta var eitthvað meira hátt að brölda á þeim. Já. Þannig að eins og þið sjáuð sem eru að horfa. Það er gaman að vera með Mike og Hjamma, svona eitt vel neikvæður yfir öllu sem er í gangi og hinn vel jákvæður. Já, þeir vega hvern annan á móti. Yin og yang. Þetta er voginn sem er í gangi þarna. Herru, eins og þið sjáuð sem eru að horfa, þá er það Albert Brynjar Ingarsson og Keli sjálfur, og hardest working man, Keli. Já, ég er rosalegur. Það er bara staðan. Þú ert rosalegur. Hvað, var ykkur saga þarna, Albert, eða? Nei, þetta er bara ánægður að tala sjálfa sig upp hana. Ég er rosalegur. Ef þú gera það ekki, þá gera það enginn. Nei, það er rétt. Það er rétt. Herru, regluvörður hjá Verði. Kynntu þér hann og þú getur unnið ferð fyrir 4 til Spánar. Tekið draumahollið með þér. Albert, hvaða 3 vini tekið þú með þér í draumahollið? Draumahollið 3 vini? Vini, þetta með ekki vera eitthvað celebrities, þú myndir aldrei ná því. Nei. Ég var bara að búa til helviti gott holl daginn. Keli, Já, það er frábært hol. Ponsan og Heimir Þór Árnason. Það er bara hannig. Ég hef aldrei spilað með þér Jói, þannig að ég þarf ná einu hring með til að vita hvort þú er heim í draumahollinu. Sko. Við fórum næstum því eitt hring saman daginn, en svo varstu bara að kalla þér í Dr. Fútból. Tjarkurinn. Já, Tjarkurinn, það er rétt. Hannig. Nýji bosselmurinn, ég með það núna, hann er hættulega góður.
Já, ég með hann svona annað hver dag. Annað hver dag. Hver er hindagur enda? Það er bara, þú veist, ég get ekki búið fólki upp á að vera með hann hverju degi, sko. Já, það er ómikið. Já, það er bara ómikið. Það er rétt. G-Shock hvæsti klukkunni. Klukkan, eða vantar alvöru gjöf, þá ferðu í klukkuna og svona tilmyndsgjafir, þetta er ótrúlega flott búðir og flotta búðir út allt. Mæli með og American Style Heavy Special, Kevin Bacon og Soccer Style, stakar. Hann er á tilbúði 2495 með frönskum og gósi. Þetta er eldgamla verðið. Ég er að fara í hann og eftir held ég. Er þetta laukurinn? Þetta er laukurinn góði? Sjálfsögðu. Já, hann er frábær. Hjörvar með puttan í þessu, það er ekkert að maður laukur. Hjörvar er heldur betur búin að sæna þig yfir í Já, laukinn. við sátum með honum og raunum yfir þetta manni. Aðeins að reyna að kveiki í honum, en svo fór ég bara og þetta var geðvitt. Finnst þér laukur góður bara, þú veist, almennt í matagerð? Rauðlaukur. Rauðlaukur. Er laukur ekkert eitthvað rosalega, rauðlaukur, ég set rauðlaukur á allt. Það er rauðlaukur á allt. Á pítsuna þína. Já. Þú sagði með það. Fjarðþjálfun Gilsarás komast í form, þá er það 3.990 krónur á mánuði. Hvernig hann lætur þetta gangu upp, það skil ég ekki. En ég meina, hann er búinn að gera eitthvað, hann er í einhverjum öðrum matrix en við. Og strákar, þeir sem hér sitja hafa samanlagt 66 vandamál, en útjóðstaklæðinar, það er ekki eitt þeirra. Og spurningin er með 66 gráða norður núna. Það er þetta markamett, nú er Messi búinn að slá þetta markamett af Klose. Kili er að nálgast þetta. Það er mann að jafna Klose með 16 mörk. Hverjir koma þar á eftir? Með annars vegar með 15 mörk og hins vegar 14. Nú elska ég okkar menn. Hey, hjálp okkur. Og það er að hjálpa ykkur. Já, í spurningunni. Ok, sáu þetta? Müller, ok. Og Ronaldo. Ok, hverjir koma þar á eftir? Hverjir með 13 mörk? 13 mörk. Giuseppe og Hegi. Nei, hann gerði það í 6 leikjum á einni HM 1958. Já, ég las þetta í gær. Ég var að tjekka hver að skora mest í, sko... Einni keppni. Hvað heitir hann þetta? Frakki. Já, maður ekki. Just Fontaine. Já. Ok. Hjammi var með hann hérna í El Grandinu, ætlaði að segja hann. En ætlaði sko að geima hann. Hann ætlaði að geima Klose líka. Já, ætlaði að Klose líka. Ég var að tjekka hvort það væri doable fyrir Messi að slá þetta með. Sem er alveg doable, er konið náttúrulega fleiri leikir núna. Já, og ég meina Kili líka. Já, það er mæta ykkur léttulið í 32. Getið vel gerst, saman með frakkana og Kili. En þetta var geggjað, en líka Müller var að taka það. Það verið í hjálpina. Það verið í hjálpina. Gerd Müller, hann skoraði 14 mörk í 13 leikjum. Menn voru svolítið aðrar skeppnur back in the days. Það er ótt að segja það. Byrjum þetta heima, byrjum þetta í bestu deildinni og gerum það með Teija. Snjallbert punktari, hvað þýðir það? Hvað þýðir að vera punktari? Ég veit það ekki. Punktari? Maður punktar ímislegt niður. Jú, þú gerir það. Það er líklega það. Til hann ekki með 24 daga ammalið, Albert. Já, bara takk svo mjög. Ert þú komin á chatti? Já. Við erum í dagskrárgerð hérna. Ég er að virða chatti. Okay. Teijin fyrir klúbbinn. Ég satt nefndið með Arnari Sveini Girsinni á liðarenda. Hann var með sama áhugisvipinn og ég yfir þeim leik. Valur Keflavík. En við ætlum að fara hér yfir KR-IA. Krían svo kölluð. Og já, þetta var leikur sem var ansi opinn. Vægt til orðatekið og einn af fjörmöglu leikjum hjá KR í sumar. Frábær byrjun Skagans, Albert. Já, sko, fyrstu 20 mínútur skalið miklu betra. Svona svipað byrjun höfum bara séð hjá KR-liðinu bara í nánast öllum leikjum í sumar og þeir heldur betur verðskuldu að komast yfir og heilt yfir bara, held ég að segja, allavega sóknarlega eitt besti leikur hjá Skagaliðinu í sumar. Alveg potið, þeir bara gerðu það sem að flest lið sem eru með attacking power í það eiga að gera móti KR. Það er bara keira á það upp að Blikar gerði það líka og sáleikur fór 6-3. Ég gerir þetta núna, ég minna, við getum verið að tala bara allt hann leik, hefði Gabriel Snær Gunnarsson kláraði þetta að færi upp á tíma, sko. Já. En að samanskapi, KR, þeir panika aldrei. Nei. Þeir bara í rauninni skiptir engum máli þegar þeir lendur undir og þú veist, þetta hefur verið komin í þrúnlundir, það er alltaf bara sama planið og þeir vita að þeir bara skapa færi og skora mörk. Þetta er alveg magnað. Hérna, staðan 2-2. Ég var sko, Skagamenn alltaf verið að hóta líka í öllum þessum stöðum. 2-2, 3-3 og meiri svo 4-3. Þá voru þeir alltaf að koma með bara stórhættulega upplaup og bara góða sénsa. Já, sko, í 3-3 þá fór Skagamenn 2 dauðafæri. Viktor Jóns og skallaði hann í stöngina. Já, og svo í hliðanettið. Já, og eins og Keli kemur núna í 4-3 og fær Gabriel Snær þetta dauðafæri til þessi jafna. Og svo þessi mörk, sko, fjórðamarki hjá KR
5. markið náttúrulega bara þá er farin í heil meiri og allt það. En sko 4. markið hjá KR þeir eru bara allir komnir á línu. Baldvin og Rúnar, ég skil ekki hennar varnarleik. Sendi ekki út, þeir droppa báðir og skilja bara Aron Sig nokkrum metrum bara aleinan frá marki. En var þetta ekki bara svona þannig, þú veist, það var bara svona panik og bara svona bilun í gangi. Menn voru bara einhvern veginn hérna, þetta var, menn reyði ekki einhvern veginn, skynsemi fikk ekki ráða fyrir einhvern veginn. Þetta var skrítin og þetta, frekar skrítin varnarleikur. Förum aðeins í þessi mörkin, hérna, þetta voru, þú veist, hvað ég segja, smá trúðamörk sem KR og fá á sig. En sérstaklega þegar Gabriel ætlar að skalla tilbaka, þú veist, mér finnst það meira eiginlega á Halldóri heldur en Gabriel. Já. Já, hann, þú veist, á eiginlega ekkert að koma hann út, því að þú sér það bara á 2-3 sekúndum undan að Gabriel er að meðlum bolta, sko. Hann er bara að skalla hann tilbaka, skalla hann til hliðar eða hvað sem er, sko. Og Halldór Markmann leita ekkert frábæri út í þessum leikjum, en hann fær á sig mark basically úr hotni. Já, en þú veist, Halldór samt smáður, þú veist, það er mjög vinsælt að hraun yfir hann, en hann er búin að vera flottur heilt yfir sem kom inn. Smá kútu sem það búið síkast, sko. Algjörlega. Þetta er svona fyrsti leikur sem hann er búin að vera virkilega bara proper lélegur. Samlagi. En hann að fest í Skagaleginu var náttúrulega bara Ísak Máni Guðjónsson. Já. Maður svona spyr sig hvað er þessi gæi búinn að vera í allt sumar. Hann kom nefnilega flottur inn í liðið fyrra. Já, kom frábær inn, sko. Lárus Orri virt trúa hann, hann er náttúrulega svolítið að hann gæri út af fjárveru Gísla Eyjólfs, sko. Já. Myndi ég halda þetta inn á miðin en ég, veist, mér hefur fundið svanta svolítið kraft í Skagaliði, sko. Mér held að þessi gæi geti gefið þeim svakalega mikið, sko. Þetta er frábært markið hann. Fyrsta snertingin góð, hann mikið sjálfstraust í þessu slúti. Þannig að hann leit vel út með markið, sko, þegar Ómar Björn skorar. Það fyrir náttúrulega rosalega eftir hvert að Halldór öskri á hann að bolta ekki, sko. Já, það er rétt. Já, það er rétt. Einmitt. En svo staðinu 2-2 þá ákvað, ég að segja ykkur, það er svo margir sem eru að spila vel í þessu móti núna, það er erfitt að taka hann út fyrir svega, en þá bara reif Aron Sig í gang, hann skorar 2 og leggur upp 1 til vinna 5-3. Já, það er ótrúlega fyndið að horfa á hann oft í þessu KR-liði því að hann er bara, þú veist, hann er að sækja boltan átt nýri bara sem bakvörður, keyrir upp með hann, sólar 1-2 og bara sprengir eitthvað upp, sko. Það er svona óvenjulegt fyrst mér, þú sér ekki ofta eitthvað svona miðjumenn, kantmenn bara droppa lengst niður og búa eitthvað til upp úr engu, sko. Það tala gamla góða free-roll. Hann er einhvern veginn algjörlega í frálsir rullu á hana, fer bara svona þangað sem leikurinn einhvern veginn tekur hann, það sem hann sér svæðin, en allavega hann í rauninni bara, má segja, hann snýr þessum leik. Af því að hann var búin að vera rólu fram að þessu. Ég er að segja það. En mér þess að sjá svo að þú þótt að KR hafa ekki droppan eitt rosalega meðan hann var í höfumeðslunum sínum hann Arnór Yngvi og við sem við sjá hvað þeir eru töluvert betri þegar hann er inn á, sko. Hann er ekkert, maður sé bara svona slúttir hans og sendingar og bara, þú veist, hvernig verst og fleira, þetta er svona auka gæði sem aðrir hafi ekki, sko, í deildinni fyrst mér. Nei, heldur betur ekki, bara aðeins og Skagamenn, menna, þú veist, þeir eru að vera betri, þú veist, er það ekki? Menna, Gummi Tóta, hann er að koma betur inn í þetta. Jú, Steinar Þorsteins er að koma aftur inn hann. Loksins Rúnar kemur inn í þessum leik. Þannig að þeir að fá leikmenn tilbaka. Alltaf, sko, riðlast alltaf leikunni á þeim. Svolítið við að missa Val af velli. Alltaf Böddi var ekki með þessum leik. Þá þurfum við að setja Gísla Laxdal inn og færa hans til. Hann kom inn á mitt í bakvörðinn svona sem er kannski eiginlega ekki hans svona náttúrulega stað, þó hann getur alveg spilaðar. Þannig að og svo náttúrulega eiga þeir ennþá inni, menna, þú veist, Gísli Eyjólfsson, hann er ekki með. Nei. Þannig að hann á eftir að koma inn í þetta. Það er svo erfitt fyrir KR ef þeir eru að horfa á það að vera ykkur titilbaráttu. Horfa á teginum og undan, sjá bara Víkinga bara. Pottet horft á hann leik, þarna gæti þetta opnast aðeins. Nei, Víkinga fara bara að vinna fram 5-0. Smá svona erfitt. Ef þeir eru að horfa á það. Nei, ég heldur séu að fara þetta átt, sjá að þeir séu bara ykkur allt önnur skeppna sem að þeir eru ekkert að fara að díla við, sko. En þetta er 71 mörg í 12 vikum. Þetta er rosalega. Sjá munina. Skoruð í leikjum. Þeir eru bara með 2 mörgum fleiri heldur enn Víkingur, sko. En svo eru þeir með, sko, 22 mörgum fleiri fengið á sig, sko. Það er rosalegt. Víkingur er með 6 mörg fengið á sig. Víkingur, við getum hort á í 22 leikja móti. Ég held að Blikar eigi metið, sko, 14 eða 15 mörg. Ég held að Víkingur getur slegið það, sko. Við vorum að tala með þetta í síðasta þætti. Víkingarnir getur bara farið í ykkur pluss 70 stig sem er bara eitthvað tala sem var, þú veist, einhvern tímann duga held ég bara til að vinna ensku úrvalsdeildina hérna back in the day, sko. Mér líður þannig, þú sjáu þeir eru með 12 leiki, 11 sigra, 1 jafntefli, þetta er ekki sens. Svo líka bara með líður að Víkingsleiki byrja, bara, þeir reitt var að fá sér mark, sko. Þú veist, ég horfði á sundaginn, mér ást allir eitthvað að vera, já, ég skil fram að reyna peppanleiku upp þegar ég fyrst geti ykkur toppslag þannig séð. En bara ég hugsaði frá að leikunum byrjaði fram með eitt var að skúra í þessum leik, sko, gleymi því, sko. Skulum fara því bara núna í Kia uppgjörið og
Kía, það já, áskorun að ratta ángað, en þú ert komin ángað, þá líður manni virkilega vel. Hver er bestur í þessari umferð? Elías Már Rómarsson. Já, þrenna. Elías. Ekkert Löfa og Aron sem snýr þessu? Nei, þú veist, mér er alls sama. Ég fekk veður að sko Elías Már Rómarsson var í 3 í húsbílum helgina. Hæ? Já, hann var með guttan á skagamótinu. Já, svo mætir hann bara á húsbílnum og hendir Random, þrennu. hann var í húsbíli þetta. Hann er örugglega farið bara á húsbílnum og bara yfir, skilur, í gegnum göngin og náttúrulega bara í Úlfarsdalinn. Já, og hann er heldur betur búinn að vera að tróða sokkum, hægri vinstri. Já, þú veist, bara, ég ætla ekki að þykjast að við erum eitthvað, þú veist, vita allt og kunna allt, en ég sagði fyrir mót, þú veist, slækið á, sko, hann verður ekki augur, sko. Hann er bara það góður, þetta er gæði sem er búin að skora í Hollandi og Kína og neymit sem eru miklu betri deildir en heima. Svo er þetta líka oft, hvernig svona fótbolti er líka einhvern veginn bæði grimmur og svona hvernig tilviljanir ráða stundu för. Ég meina, hann byrjar þarna vel, skorar og Nico meiðist. Já. Þannig að hann fær miklu fleiri spilaða mínútur en hann er guðs að ég sagði líka, þú veist, ég er á því, hann er bara miklu betri en Nico, sko, bara í öllu. Núna, bara í öllu, hann er bara miklu betri, hann er bara að spila miklu hærra level, hann er bara að spila landsleiki, þú veist, bara Nico hefði alltaf fengið sína mínútur. Já, hann er aldrei fram yfir hann. Nei. Hann er bara betri í öllu. Þjálfarinn? Herru, ég vil henda þessu að Linda. Já, 3 í röð. Já, 3 í röð lenda undir hann, stjórnunin snúi sig við. Já. Alexander Linda. Menn höfðu nú, talandi að tróða sokkum, menn höfðu enga trú á því einhvern veginn hérna framan af. Þetta eru 2 aðalar sem það eru bara mánuði síðan að allir voru bara að tala bara hvað hann að gera og reka hann og hver á að koma inn og svo framvegis, sko. Já, en ég meina, virðast að var nelt þetta eigamenn, vel gert, en þetta var súrt, eins og munum hérna áramótin. Búðingurinn í þessari umferð. Herri, ég er með 3 sem kom til greina þarna. 3? Já, og enginn af þeim er útlendingur. Ég er með... Ertu að fara í Íslendingan? Já, ég er með 3 sem ég er með sjálfslistaðina, allir Íslendingar. Kristján Flóki, gefur vítið hana. Emil Atlason var hörmung, gett nýbjöfað. Hermann Hreiðarsson, in-game management 0. Sammála því. Já. Lesa tökunni á leiknum og hvernig hann nýtir hópið sinn. Já, hann bara gera ekkert fyrir brettur. Hvernig getur þú bara verið með Adam Ægir, ónótan varamann? Adam Ægir þarf bara að koma sér í burt og finna sér eitthvað allt annað lið, sko. Var hann í einhvers konar, nú var ég þarna og þessi leikur öskraði, við förum bara östut í þetta mál, af því ég bara ætla að fá að taka undir þetta, sem segir Herbert. Var hann í einhvers konar banni, agabanni, eða var eitthvað verið að skamma Adam Ægir fyrir að hafa skotist á okkur á tónleika eitthvað svoleiðis? Var aftur komið eitthvað? Nei, hann okkur. Það var komið okkur bara sögursögn það hann hefði verið á þessum hérna í, hvað kallast þetta, bergmál, en ég menn er það bara eitthvað bull? Ég veit ekkert hvort hann var þar, en ég veit að hann er ekki enn í agabanni, af því að ég hugsa bara strax. Ef hann var ekki á bekknum þá. Síðustu 2 leikir hjá hérna Val, þetta er 1-0 tapum við IA og hann kemur ekki inn á þar. Þeir eru að leita jöfnarmarki og þeir eru ekki 1-1 jafnarmarki Keflavík heima og hann er aftur ónotaður varamaður. Þannig að þá er maður bara svona byrju, er eitthvað komið eitthvað upp á. Ég þekki nú Adam að ég spurði hann, er eitthvað, kom eitthvað upp á eitthvað, þetta er hljómasins agabann, bara nei. Og þeir hafa ekkert talað saman þetta. Nei. Þannig að það er ekkert þannig í gangi, þetta er bara mjög skrítið. Því að hann búin að vera einn af betri leikmönnum liðsins. Hvaða lið þarf á honum að halda? Spurning. Hann getur farið, ég meina, Þór, alveg klálega. Já, 100%. Myndu elska að fá leikmann. En er það ekki svona... Keflavík? Nei, Keflavík þarf ekkert að hann halda. Bara sorry, já, ég veit það. Þeir eru með Alfa Conte, þeir eru með Eið Orra, þeir eru með Nóa kantmönnum, sko. Þú eru ekkert að hann að halda, hann sér, sko. En þínir menni Breiðablik? Ef Ágúst fer í þessum glugga? Já, þú veist, ef Ágúst fer væri alveg að skoða. Við erum með Nóa kantmönnum fyrst mér, sko. Og Stífondar Guðni er þarna líka og Óli Valur og Aron Bjarna þarna og þetta Ágúst var í. Þetta kemur allt saman í ljós, skulum halda áfram. FO getur það ekki? Já, FO væri geggja, en líka bara FO-ingur, það væri cool að fara þangað, sko. Rífið upp. En einhver gamall fyrir það. Ungu leikmennin FO, vegferðin. Herðu, Orka Náttúrunnar förum í veðmáladeildina. Alltaf gaman í veðmáladeildinni og Orka Náttúrunnar, við skulum skoða þetta. Það er, já, mikið að vera í þessari deild. Mörg svona fyndin úrslit, en verður að tala fylkismennina hjá þér, Albert. Þeir voru 2-0 undir í hálfleik. Þetta Grótta missi fyrirlýsana velli hann Grím og já, leikurinn verðast hrynja að tapa 5-2. Bara á tíminda kafla í seinna hálfleik fylgir komin yfir. Já. Og hérna, Guðmundur Tyrfingsson svo frábæri vetur komin vel að stað núna. Og aftur, ég var að tala þennan síðast, Kári Sigfússon, það fer bara svo mikið í gegnum, hann er búinn að vera frábær. Hann var vinstra megin þessu leik og Theodor Ingi hægra megin. Og Theodor Ingi skoraði en daginn.
það verðist að kveikta á hann. Hann bara býða svolítið, hann vantaði mörk og stóðsendingar, þú veist, Theodor Ingi skoraði ekki svona leik, hann lagði upp markið og var mjög góður. Þetta var bara mjög sterkt hjá Fylki, af því að 2-0 undir og hann hafði stundum svona sett spurningmarki við svona smá hausinn hjá þeim. Já. En að snúa þessum leik við og voru úrtalar að vantaði, að Gróttu menn hafi mist fyrirlið síðan að velli, menn Árið Sigata var ekki með hjá Fylki. Það voru stuðningsmenninni til friðs. Já, voru að tjáðu það núna? Ég held að, síðast þegar vorum að ræða þetta Jói, ég verð samt að segja að þá var ég ekki, ég vissi ekkert hvað var sungið þarna, svo kom fréttuð á klukna og að sjálfsögði fordæmið þá sönga. Stefnir Tristan þar. Því er hér með komið á framfæri. Fyrir úrslit, HK 2, Grindavík 2, svona ná ekki þessum gangi í sig HK-menn einhvern veginn. Ægir 1, Þróttur 3, Ægismenn komust yfir. Já, Ægismenn eru bara ólsegir upp síðastið. Allt annað heldur en voru upp í síðan, sko. Þróttur, þeir eru á toppnum. Eru þið besta liðið þessari deilkili? Þú þekkir hana hvað best? Já, sérstaklega núna, það sem menn ekki búin að fatta, þeir eru búin að eiga Adam Árna Róbertsson inn í allt sumar, sko. Hann er bara komað tilbaka núna. Herru, hann kemur inn á, hann skorar með sinni fyrstu snertingu. Þetta er fyrsti leikur hans í deildinni. Alltaf þessi fyrsta skipti sem ykkur skorar sitt fyrsta mark fyrir nýtt félag í sinni fyrsti snertingu. Örugglega, já. Það er alveg góð punktur. Það er það, já, mögulega, algjörlega. Fyrir úrslit. Þú spyrir Þróttur bestir? Já. Þróttur Fylkir eru best. Svo eru svona 5 lið svipu fyrir neðan, myndi ég að segja. Eitt sem ég vil ekki segja hvort það komar óvart með þessi úrslitavísu. Vestri 2, Afturölding 0. Vestri að safna stigum. Já. Talandum þegar menn hafa áhyggjur. Já, þeir eru vissulega. Það voru margir sem voru lýsað áhyggjum. Þeir eru vissulega með 1-2 leiki á önnur lið út af náttúrulega Evrópu, sko. En þeir er svona aðeins búið að batna hjá þeim. Þetta byrjaði ekki nægilega vel, sko. Herru, og Dúa skoraði. Já. Dúa er bara einn svo allra slakasti sem ég sé í bestöldinni og hann skoraði sitt fyrsta mark fyrir Vestra, ég held í 28 leikjum. Hann hendi bara í Ronaldo-fagnir. Herðu, það gerist ekki ofta á maður þetta baða, Albert. Þú þekkir þannig manna best. Vonandi þetta kveikja mínu manni, þetta er eitt svo allra kröftuðast, það er nú ekki tekið á hann. Já, IR 4, Völsungur 4, það er svona random liðið okkar í þessari deild. Já, það gerist bara eitthvað hérna. Já, ég held að þessu ekki, vinni betrans. Sáu jöfnunarmarkið? Nei, svo ekki. Það ertu búið með alvöru mark on the volley. Sko, íringar er búin að fá sér jafn mikið að mörgum núna fyrstu 10 umförunum og í 22 leikjum í fyrra. Já. Þetta er allt annað lið. Þeir eru svona svo fram, þeir skipta bara leikstíl. Já, veist ykkur ástæðan? Jú. Það er mark ástæðan. Já, bara. Ég held að sjá toppnum við í þriðildinni í dag, sko, búin að binda svona varnarleikin her, sko. Þarna á föstudaginn þá unnu Njarðvík sigur á Leikni 1-0. Njarðvíkingarnir, er þetta að koma þar? Já, mér finnst það gangur í þessu, náttúrulega lendi í hrikalega miklu meðslum og skakkaföllum fyrir mót, sko, en þeir mennir eru margir að koma tilbaka eins og Ómar Díok sem skiptir öllu máli upp á sóknarleikin, það er bara leikmann sem getur tekið menn á og komið þetta óvænta. Svo ég held að þetta verði töluvert betri og ekki seinni umferðinni. Þeir áttu náttúrulega að vinna þennan leik stærra, sko, og hefnir hefðu getað fengið tilbaka, þannig að leikni átti skalla í slóna. En sjáum til hvað gerist í næstu umferð. Ef þeir vinna Afturelding úti, það gæti verið svona sigur sem gjörsamlega kemur á stað. Snýrum sig við. Heldur betur, við skulum halda áfram og nú skulum við fara í heimsmeistaramótið og gera það með steypustöðinni sem býður bara sterkari lausnir og byrjum þetta bara í riðlistrákar. Byrjum á Argentínu og Austurríki. Þetta er bara ótrúlegt með Lionel Messi. Hann er ennþá bara bestur. Þetta er galið að horfa á þetta, sko. 5 mörk í 2 leikjum. Þegar þú veist, mér fyrst hægjast á mönnum og svona einhvern veginn, þú veist, get ekki sólað lengur, tekið menn á einhvern veginn, allt þetta. Þetta bara, þú veist, samáttan farið bara eitthvað til Bandaríkjanna, skilur, þá getur hann allt ennþá, sko. Sko, þegar hann var hérna á einhverjum tímum út í leiknum, þú veist, hann klúrar víti, svona reiður út í sjálfan sig, það var eins og fór í eitthvað svona engri mót bara í leiknum, sko. Þú veist, hann var að koma þarna, taka boltan á ferðinu, hlaupa bakvið hérna miðjumennina, koma svo að rykkja inn, maður bara horfða bara, heyrðu hvað, er þetta bara 28 ára gamli Messi aftur? Já, nákvæmlega. Og svo í seinna markinu hans, sko, þegar hann sko bara touchið. Já, þetta er svakalegt. Þetta er touchið. Þegar sendingar hans bara aftan. Þetta er ótrúlega snerting, sko. Og hvernig hann næri svona kloppa, þrengsti kloppi sem ég sé. Siggi maður, Siggi Bond okkar maður. Já, Sigurður Bond. Tvitaði aðeins svo snemma. Já, náttúrulega erfið. Það er svo snemma. Fóri held ég flug eftir hann tvitaði þetta og svo vaknaði hann við þetta flugið. Bondarinn er aldrei lítill, alltaf stór. Þetta er Argentínulið, þetta er bara svo langmesta liði á mótinu. Þeir eru eins og þið sjáu þarna og bara við sjáum myndir hérna sem við erum að horfa á.
Það er bara eitt gæi að leiða þetta og þeir eldan allir og þeir eru tilbúin að gera allt fyrir hann sko. Ég elska bara nákvæmlega allt. Rodrigo de Paul alltaf mestur og eftir. Hann svo mikið svona second in command þarna. En það sjáu að Messi þarf aldrei að vera með lífvörðið sinni í landsverkunum. Hann það bara. Já. Þetta var alveg lúmst harður leikur. Já. Það var smá hitt í þessu. Ég ætla að koma inn á það, sko, Austurríkismenn voru með skýrt plan. Rangnick er hérna, menn þetta var ekki, þeir voru ekki alltaf að galopna það og í rauninni, þetta var ekki auðveldur leikur fyrir Rangnick. Nei, þetta er líka bara hörkulið, Austurríkisliðið, mikið að gæðum spila bara í flottum liðum í Bundesligunum, David Alaba og svona topparnir á milli. Þetta bara, það er alltaf erfitt að eiga Austurríkismenn, sko. En mér fannst þetta samt svona svipaður leikur og leikurinn hjá Argentína móti Alsír. Þegar Austurríki voru oft komin í góða stöðu. Svo bara klúðraði síðasta sending fokkað öllu upp. Það var svona að þeir hafa ekki ennþá fengið almennt færa á sig. Nei, en við fundið sko svolítið að óvænt hvað Lisandro Martínez og Romero svona báðir svolítið bara ruglaðir. Ég var að spá því að sko Otamendi er líklega í liðinu fyrir mót sko bara því ég held að þeir gæti ekki spila saman. Þeir eru bara frábæri saman. Já. Bara ekki össalega frábæri, vega hvern annan vel upp sko. Það var ekki eitthvað að skoða spjaldaferil hjá Romero með félagsliði versus landsliði. Þetta sé bara allt annað leikmann. Það er eins og hann þor ekki að haga sér illa með landsliðinu. Hann var að vísu, hann var kipt út að í gær. Það var ekki bara eitthvað svona varárástöðun. Jú. Hann var ekki komin að gulda neitt þannig. Nei, hann var eitthvað að finna til eitthvað starf. Ég held að sé eitthvað meiri virðing fyrir landsliðinu, fyrir leikmannum í landsliðinu heldur en í Spurs sko. Það er augljóst. Bara svona örstuð, sterkara eða veikara þetta lið Argentínu núna en fyrir 4 árum. Þetta er betra. Þetta er betra. Já, mér finnst það. Maður hugsaði sko með breiðari hóp líka fyrst mér. Já, maður hugsaði með, þeir voru ekki það, hann var nú orðinn ansi fullorðinn þá, Angel Di María, hann var alltaf frábær á mótinu fyrir 4 árum. Og ég meina þeir taka hann Almada bara inn, hann er að spila, hann er bara góður. Hann er flottur. Og það er einhvern veginn, það sem maður, eins og segir Kili, svo mikið lið, menn er einhvern veginn bara í sínum hlutverkum. Julián Alvarez, hann er bara bekknum. Mér finnst líka að McAllister bara líta feskur út svona með auðvitað að hann var þungur í vetur sko. Snúðaði sig. Skulum halda áfram í þessum riðli því hinn leikurinn hafa viðuregn Alsír á Jórdaníu og bara hörðustu voru að vaka við því í nótt en Jórdaníu gerði sér lítið fyrir að komast yfir en þá tók, ég var að segja, Riyad Mahrez til sinna ráða og þeir komast yfir, jöfnuðu komast yfir með báðum þetta hotspinnu frá Riyad Mahrez. Það er Arsenal-stæl í Alsír. Endur þetta mitt liðið svo ekki henni? Þetta þýtti. Nei, maður sá nú bara highlightsinu úr þessu. Já, með það highlightsinu var þetta mjög verðskulda. Sérstaklega hvernig bara í seinna hálfleik miklu betri í sinni. Þeir voru að banka. En Jórdaníu er svo sem fínasta frammistaða þar. En þetta þýðir það að þetta er bara komið í, það er úrslitaleikur annarsætið Austurríki á móti Alsír og það sem þetta hættulega jafntefli duga báðum liðum. Herðu. Já, þetta verður steindautt 0-0. Já, en þá er að markatalan náttúrulega upp á innbyrðisöfuna og jöfn, þannig að þá er að markatalan sem fer hérna þá er Austurríki. En þannig að Alsír, þeir ættu að reyna. Ef þetta væri Alsír á móti leiðilega liði, þá gæti ég alveg sé bara ég að tefla búið, en ég held að Ralf Rangnick og Austurríki sé ekki að fara eitthvað í þannig leik. Nei, en núna erum við komin fyrir þess að lokaumferð, sem er, þú veist, klára við þess aðra umferð, nú fer þetta að vera smá póker líka, nú fara menna að stilla sig af, hvenær þurfa það að sækja og hvenær geta það bara verið stakir. Algjörlega, menn eru farin að sjá svona nokkur einhverju mætir eins og ég held að Argentína mætir til dæmis Úrúgvæ, það er England, Portugal eins og staðan er núna sko, svo getur menn farið einhvern veginn að spila, bara upp á jafntefli eða stillu veikara liði, við máli sé að þá sko belgarnir gerða það árið sko, munið það, í riðlakeppni í lokaleikir stiltu bara ömurlegu liði. Það var á 2018. Já, einmitt, mér ámar eitthvað í það. Þetta er sann svo skrítið að hugsa það, þú veist, maður er oft hendi í þetta, jafntefli henda báðum liðum, þetta er svona, ég er persónulega aldrei á mínu ferli, þótt að jafntefli myndi henda, geta að spila leik þess vegna með það í huga þegar leikurinn byrjar. Nei, ég held að þú sért aldrei með það að byrjar, en svo þegar það komin 70. mínúta, það er jafntefli bæðilega áfram og leitar oft í það. Þá ertu ekki að taka þessa hættulegu sendingu fram á því, þú ert bara spakur og bæði liði einhvern veginn bara svona fari í þann fasa. Verður svolítið awkward. Argentína á móti Jórdaníu, lokaleikurinn, held ég hann hvíli Messi? Jú, ég held hann hvíli bara slatta. Jú, ég held hann hvíli Messi, ég trúi ekki öru. Menn voru strax að tala 20 mörg á hann. Ég held að Messi takk í 60 mínútur. Já. Eða þú veist, hann bara, hvað viltu gera?
Þú veist, viltu byrja? Pælis að Leiðu bara, Messi ræðið bara. Meiðist í þessum leik. Það væri allt brjála, sko. Já, reyndar. Ég held hann sé, hann á afmæli á morgun, hann að fara að fá sér einhverja góða steikur og nokkra kalda og hann verður hvíldur. Það verður hvíldur. Já. Gott nudd og Já, hann svona. vill. Hann tekur þessu ákvörðun. Já, pottþétt og ég held hann hvílir svolítið mikið að þeim. Þeir eru eins og ég sagði, þeir eru með hörkuhóp og hann mun leifa fullt að gæma eins og Valdi Barco, Otamendi og fleirum að spila, sko. Alvarez kemur inn í þetta. Alvarez kemur inn og... Hann vesen á honum. Hann var með einhverju yfirlýsingar í gær. Hausinn ekki alveg 100% að háma í honum. Sáu Nei, það? er þetta ekki sambandið Barcelona hann að dæmið? Hann kom bara og yfirlýsingar á honum. Já. Hann kom bara yfirlýsingar á Atletico Madrid. Þetta var bara sko fyrir leikinn. Já. Þetta eitthvað skýt í gangi. Já, hann var líka þungur í þessu færi. Já. Mér finnst... Hann var stál stöðunni að Martínez á síðasta háum. Já, mér finnst Martínez og Messi passa eða betur saman en hann og Messi. Já. Í svona tveggjamanna. Já, sko bara Martínez líka og horfið bara á sko frammerja dúói sem hann búin að mynda af Inter á sínum málum. Það er bara líður öllum að spila með honum. Skiptir ekki máli hvort þessi Dzeko eða Lukaku eða hver sem það er. Það virðist vera ógeðslega gott að spila í tveggja frammerkerfið með Martínez. Það er held ég, hann leitar bara inn fyrir eiginlega. Og meðan Messi er meira á sækjan og leita hlaupum, skilur við. Og menn Alvarez er miklu meiri svona driblari sem vil fá hann í lappir og hlaupa með hann, sko. Já. Herru, höldum áfram og förum núna dýfum okkur í þetta með Voga í divinni og förum í riðil og byrjum á leik Noregs og Senegal. Mikil eftirvænting eftir þessum leik. Þetta er svona, leikurinn í þessum riðli fyrir bæði liðin, alltaf með frökkum. Og já, þessi leikur fór á stað bara miklu krafti. Ödegaard dauðafæri, þessi Mendy átan. Býsna vel gert. En svo gerðist bara voðalega lítið í þessum leik fram að því. Þetta var Ríarsson fyrir hann út af og svo skoraði þarna rétt fyrir lok hálfleiksins. Hann Markus Holmgren Pettersen. Þetta var hræðilegt, eða bara hann á verri þetta markmaðurinn, sko. Þetta er bara laflaus skot eitthvað nær, sko. Tæpur í þessum leik. Þetta er bara Chelsea mark. Hvað er Koulibaly að gera líka þarna? Hvað er hann að gera? Er hann að senda þetta ekki var þetta hreinsun? Nei, Koulibaly afar tæpur í þessum leik líka. Hann var alveg á nippinu, alltaf á ystu nöfugutnögin. Mendy, hann alltaf gaf næstu í mark fyrir Haaland líka. Hann var slakur. Senegalarnir, þeir bara, mér finnst þið vombrið í þessum leik. Ég er samanlega. Ismail Assar var alveg eini með lífsmarki. Ég horfði á mestmenninu þessum leik, maður vakti alveg heilengi, sko. Jú. Maður var að horfa á frakkaleikin á sama tíma fyrir mig það eftir. En mér finnst Nossarlið bara, heilt yfir flott lið, fullt af flott leikmönnum í fínum liðum. Mér finnst þeir ógeðslega góðir. Það er alveg á hreinu hverjir eru aðalmenninir. Það eru Ødegaard og auðvitað Haaland. Og þeir eru góðir að nýta þá bara eins og við sjáum í markinum held ég 2. Þegar hann hleypur völlin Ødegaard og bara finnur Haaland á blindu hliðinu á hafsendurum. Alltaf voru komnir 4 og 3 eða eitthvað þarna í breikuðu og vel gert í Ødegaard þar alveg á hárréttum tíma, losa hann boltan til Haaland. Á hann ekki seinni stóðsendingu líka? Á hann ekki líka annað markið á Haaland? Jú, eða ekki? hann á það. Töframaðurinn. Það var fáránlega gott slúgt á Haaland. Svakalegt. Haaland, hann er býstmótmaður. Djúvill er hann búinn að vera öflugur. Hann er líka bara... Í fyrsta leiknum hann var bara með njálg, sko. Hann var hlaupandi eftir öllum boltum, sko. Hann veit þetta. Nei, sko, mér finnst bara, á Noregur, að í fyrsta leiknum voru svona freka flatir í fyrraáleik. Já. Nei, þetta var Patrik Berg sem ok, hann einstóðsendingu á Ødegaard þá. En þessum leik, þetta var miklu betri leikur hjá þeim. Já, sammála því. Svona 90 mínútna leikur. Og mér veist, sko, í uppspilinu hjá þeim, því þeir eru náttúrulega með Sorlo þannig að hægra megin á kantinum. Sem ég finnst vera svona áhugavert. Já, en samt í aðdragandanum að fyrsta markinu, áður en Koulibaly gerir þessi mistök. Þetta er svo mikið vopnið þegar þeir eru að spila út úr pressu. Það er bara langan bolta á hann. Hann pinnar þessa bakverði. Það var líka fyrsta markið í fyrirleiknum hjá þeim. Þá finna hann fætur. Hann er alltaf miklu sterkari. Hann er sterkur, en sama skapi líka oft í fyrri hálfleik þegar leikurinn var aðeins lokaðari þá voru hann að fara svolítið á vanginu og þá getur hann ekkert gert. Nei, ég veit það. Þá er hann ekkert að gera mikið. Þá er hann bara það eina sem hann getur gert að gefa tilbaka. Þeir eru með Óskar Bob á bekknum. Hann er mjög limitað, en ég held sérstaklega mútið sterkari liðum í 32-16 lega mögulega. Þá þegar að þeir eru með boltan út á vangu vinstra megin og koma cross fyrir og hann étur eitthvað vinstri bakvörð sem er líklega 1.70, 1.75 í loftinu, þá er þetta alvöru vopn, sko. Þetta var eins og ótrúlega markið Sarr. Ég hugsaði strax bara að víti sem bara, hvernig náðan honum? Það var svona bara lappitur á honum að koma framlenging á þeir eða eitthvað, sko. Þetta er Senegal, þeir bara svombrið, mér fannst þeir fínir á löngu köpnum móti frökkum
Það var Já. samt aldrei spurning hvernig sá leikur fór. Nei, það voru fínir í fyrirháleik. Já. Svo eitthvað með það var líka þegar frakkar bara eitthvað með voru ekki að gera neitt í fyrirháleik, svo þegar frakkar stigu á bensugjöfuna þá svolítið voru bara jætnir. Nei. En þessu leik bara, já, ekki samfærandi. Og svo náttúrulega Iliman Ndiaye, hann náttúrulega ekki með Nei, það rétt. og munar minna. Með sko spurning, ég grípa inn í chatinu, okkur stórleginn eftir Ismail Sarr. Ég hef hugsað þetta lengi. Ég held hann sé svona síðast sens núna til eitthvað stórt lítækan. Hann 28 ára, hvort hann sé held ég verða 29. Ég væri alveg til í hann í Liverpool. Ekki endilega sem byrjunliðsmann, bara í rótiringuna og svo geta hann unnið sín í liði, sko. Já. Svo að... Hann 28 ára, en ég meina Já. hann var gæinn sem var nú svolítið að draga vagnin hérna fyrir Palace þegar allt var í mesta ruglinu. Já. Bara kröftur, hefur hann líka alltaf verið held erfið fyrir ykkur púlara. Jú, mjög svo. Ég meina að Sadio Mane, hann fór bara í viðtöl bara, þú veist, í enska sjónvarpinu og sagði bara, heyrðu, ég vil að Liverpool sækja hérna landa minn Ismail Sarr bara, þú veist, fá hann hérna til að rótira við mig og Salah bara, þú veist, hann getur vel gert það, sko. Já. Hann sagði þetta bara margóft, sko. Svo fór hann í Marseille, þú veist, sem er oft svona eitt af stóru liðum í aðna Fraklandis með svona Afrikustráku dreymir að spila fyrir, sko. Já. Það gekk ekki alveg nóg vel, sko, hann hendar enska boltar miklu betur. Já, og bara svona, já, hann er proven þar, skulum halda áfram, en normenn heldur betur að koma sér í góða stöðu. Heldum áfram og förum núna, já, í hinn leikinn sem var býsna athyglisverður, það var leikur Frakka og Íraka og þarna fengum við þrumu veðursleik. Já. Þetta var alveg svolítið svona, já, smá lenskan þarna á Club World Cup í fyrra, háum félagslega. Leikurinn byrjaði kl. 21 í íslenskum tíma og hvenær byrjaði seinni hálfleikurinn síðan? Hann byrjaði 12, já. Þetta er meira pulli, sko. Gilly, hann kom frökkum yfir á 14. mínútu með marki sem ég fannst nú að markmaður Hvaða búðingur er þetta? Hvaða tíl? Hann gerir þessa skiptingu, hann breytir markmann fyrir hann leik. Já. Þetta er eitthvað mest ósannfærandi markmaður sem ég hef séð. Hann fyrir ekki alla leið Nei. í þessu, hann einhvern veginn bara svona, það er eins og hann, þú veist, tegur þú úr þér. Þetta var ekki einu sinni, þetta var fast en það var ekki út í stöng. Og já, svo náttúrulega kom þessi pása, tölum kannski betur um það eftir, en svo hún fór ekki vel í írgana, en þess að Fatili og hérna Tassin, hérna miðvörðurinn, þeir gáfu svo bara mark, já, bara afar bagalegt eftir markspinnu. Já, ég var líka, maður var að horfa hana meðan maður var að býja eftir að leikurinn er settur eftir á og ég heyrði hana í Graham Arnold í göngunum þegar það var bara að taka ákvörðun, ok, við erum að fara að spila aftur. Já. Tekur hann hérna utan í leikmennu sína, now we show how strong we are mentally. Ok, að því þegar þú tveggja klukktum að bið, þetta átti alltaf að sko nýtast þeim betur. Það var svona, gaf þeim meiri séns á að fá okkur úr þessu leik. Svo bara gefa þér þetta mark. Ég myndi ekki skrifa þetta mark, menn Hafsendir sendi tilbaka hana. Mér fannst hann Óli Kristjáns orðið þetta ágætlega í útsendingunni. Þeir eru bara ekki í syngi. Nei. Þú veist, þeir eru bara Hann er ekki... lítið hinn áttina. Já, það er bara, þú veist, þú verður að vera viss þegar þú byrjar, þú veist, þetta, menn nú erum við að fara hérna, þú veist, við erum að fara að fá frakkar, við erum að spila stutt út á móti frökkunum. Þú veist, þá það skulle vera bara on it. Það er ekki að vera einhvern veginn með eitthvað hálfkák og þetta var bara afar bagalegt. Það var svo Dembele sem skoraði í lokin. Mark sem var búin að bíða lengi eftir. Já. Svona, þetta er, já, þú veist, við töluðum svolítið um útsendingunni í gær að hérna, þú veist, Dembele með Frakkland er ekki saman leikmaður með PSG. Nei. Þetta er þetta bara allt annað lið og er eitt stykki Kylian Mbappé sem er einhvern veginn það fyrir þér, sko. einn stjarnar sem er svolítið fyrir, sem við höfum bara séð PSG bara þegar hann fór þá einhvern veginn blómstraði Dembele miklu meira, sko. Já, Enrique bara bjóð til allt annað leikmann úrunum. Það er ekki... Bara spila sér nýja þar og svona pressu skrimsli. Já. Hann getur ekki verið það hjá frökkum að því að þeir þurfa að hvíla Mbappé frammi. Hann er ekki að fara tilbaka sem kantari, sko. Nei. Þannig að þessi leikur hjá frökkum var mjög svipaður og leikurinn gegn Senegal. Já. Það var svona rólegt í fyrirháleik og svo bara stíður á bensugjöfni setna og klára þetta. Þeir hafa einhvern veginn alltaf, eru svona lið, þennan gýr. Já. Þeir geta bara einhvern veginn, þú veist, þeir geta bara kokkað upp einhver moment og já. Þeir eru bara með það marga gæða fram á þess að maður getur gert eitthvað einstæmi að það mun alltaf gerast eitthvað líka með þeim, sko. Svo kemur hérna Koti á Kóni inn í byrjunliði núna. Góður. Róma. Já, ég er mjög hrifinn á hann. Ég sá það sérstaklega, ég var aldrei eitthvað búin að sjá hann í Róma eitthvað og vera eitthvað vá en það er komingi að spila á Íslandi. Já.
þá var maður bara sæll. Já, maður Þú heyrði veist, hann líka var svo stór rammi, góður á boltan einhvern veginn og komst engin nálættunum og hann komst nálættunum og bara ítta þér sko. hann er mjög kröftur. Ég trú ekki öðru en eitthvað ennskliði segja sko hann. Henry líka var að tala um hann fyrir móti sko. Já. Bara Já. one to watch. Já, það var gaman að maður sá hann þegar við spilum hérna frakkanir á Laugarnesvelli, þá sá maður hann einhvern veginn svona live, helvíti góð. Kouadio Kone. Hérna, þetta þrumuðustæmi, Já. þetta er hérna, já, þetta er ekki skemmtilegt. Er þetta kaninn að vera bara ekstra dramatískur eða? Nei, Ekki? nei, sko, nú vantur okkur Hjörvar, Já. hann er ekkert eðlilega hræddur þrumureldingar, hann hérna, og hann var eitthvað búinn að skoða þetta og þetta er í rauninni bara raunverulega hætta þegar sko í rauninni þessar aðstæður eru á þessum völlum og annað slíkt þá í rauninni þá er hættan töluvert meiri Ok. og hérna ég held að væri það versta sem geti gerst ef við myndum eiga eitthvað skonar sko já bara dauðsfall hreinlega Já. í kringum þetta. Það væri náttúrulega bara algjör harmleikur þannig að hérna en það sem er í rauninni sko þetta er náttúrulega þetta korter hérna alltaf svo halda alltaf áfarm og þeir sáu bara að þetta var ekki að fara að gera strax en menn voru bara undirbúin til það fullt að liði var samt ennþá á vellinum Já. bara syngja og tralla, menn búin að fá sér Trilltir leið og kom alltaf Já. kom einhver ný tilkynningar á öllin. En maður hugsa líka, þú veist, Albert, þið varst að spila sjálfur Já. og við bara, herðu, búin með fyrirháleikin hérna það eru gömlega góðu 2 tímar í næsta háleik Já. hvað gerir maður? Þetta er bara ógeðslega erfitt. Mér fannst stundum bara kortir erfitt að vera inn í klefa sko upp á að bara að stífna og allt það sko hvað það 2 tímar. Þú ert náttúrulega með miklu fleiri gauðra til þess að trýta að halda þig góðum sko. Ég held að þetta sé misæritt fyrir menn fyrir eftir hversu gamleir og hvað þeir eru. Menna, þú veist, hvað gerir Þú maður? veist, hvað nærustu á meðan? Þú veist, ertu Já. bara hérna förðu í nudd eða ertu á hjólinu eða þú veist, hvað? Þetta er skrítið Þú fer ekkert á hjólið, þú veist. Mátt þú ekki þarft- stífna upp. Nei, en þú ert ekkert að fara á hjólið bara 10-20 sinnum. Þú ert að vera vissum að þeir segja þá að fara að byrja sko. Já. En eins og við búum á Íslandi þar sem að kemur upp bara sól, rigning, rók, bara snjór allt á sama klukkutímanum. Þegar þú varst að spila, skilur þegar þú lendir eitthvað upp á Skaga eða Keflavík eitthvað, kom bara stormur í smástund. Hefur ekki verið til í að stoppa bara, heyrðu, inn, koma aftur út er þetta lægir. Jú, ég er alveg til í það. Þegar þú veist leikir þá oft bara eru, þú veist, Það er Jói Kari, En- hann vil bara hætta þessi leikir eru oft meira marka á þegar í staðin fyrir að kemur bara einhver hörku vindur og annað marki í 20 mínútur og bara greinandi rigning í leiðinni, sko. Það væri, þetta er þið boring nú er ég ekki með vallina á hreinu hvar undanúrslitin og áttarúrslitin og úrslitaleikunum spila hvort það sé þá með völlin sem eru með þaki ég er bara ekki alveg með á hreinu en það væri í rauninni, þú veist, þetta er ekki gaman ef væri mér bara, þú veist, undanúrslitin Nei, það væri leiðilegt. bara komið 2 tíma pása og þetta hefur auðvitað hefur þetta áhrif en allavega Þetta er aukin meðsla þetta sko. já, Stoppa svona lengi að fara aftur út. já. En úrslitin, þau eru ráðin eins og reyli, Frakkar og Noregur leika hreinan úrslitaleikum toppsætið og Senegal spila gegn Írak, þeir eru bæði með 0 stig Senegal með -3 í marktölu og þeir þurfa að treysta á hagstæð úrslit og bara rústa Írak til að eiga einhvern séns þarna til að komast upp í besta þriðasætinu. Ég heldur þessi aldrei að fara að rústa þeim. Nei, ekki með hvað eru búin að vera flatir sko. Max 3-0, sko. Já, það var vonbreiða leikur hérna, ég átti vona miklu meira. Já, ég líka, ég var peppa fyrir Senegalunum fyrir mót. Já, sama hér, skulum halda áfram og núna fyrir við með Hertz bílalegu. Ég segi varist eftirlíkingar Vesli og Hertz. Spænska bílalega hann sem tók mig algjörlega og pakkaði mig saman maður. Þá hefði betur farið í Hertz. Þetta byrja allt saman klukkan 17:00 í dag og þá fáum við Úsbeka gegn Portugal. Já. Portugal að skulda framistuðu. Heldur að Martínez hristi eitthvað upp í þessu kili? Það er bara ein rist og Nei. spurning í þessu. Ég held að hann gæti farið í Consjá í staðin fyrir Bernardo, ég held að þú ekki að taka Bernardo Silva úr liðinu, hann færi hann á frekar kannski, þú veist ekstra, ekki miðsvæðis þarra með Bruno, Vitinha og Neves, ég veit það ekki. Jú, Jú, gæti hann bara kælt hann. hann tekur, af hverju Tekur þóra hann hann ekki taka Silva? Ef hann fór að taka hann að velli í hálfleik, það er þetta alveg góða punktur. hann tekur hann út af. Svo mun kannski Ruben Díaz hoppinli í staðin fyrir að Sött Veiga eða þarna, hvað heitir hann aftur? Araujo. Araujo. Sko, alltaf Úsbekarnir spila með 5 manna línu og ég myndi fyrir að hafa vængmann sem getur farið maður og manna Já. Bernardo Silva er ekki mikið að hlaupa fram Nei, með nei, mönnum, nei, nei. þannig að þú Hann þarft kemur að bara fá inn á meiri Neto er alveg allt í lagi þín, sammála ég myndi hafa Conceição inn á líka Hafðu bara hérna meiri hraða líka. Af hverju Núñez ekki að spila? Matthías Núñez. Já. Og hann bara í bakverðin. Og aðeins meira hraðan. Þetta verður nákvæmleins leikur á mútið Kongo. Já, það er rétt Og En spurning, alltaf að þú taka Cancelo úr liðinu. Já, Já. ég myndi meira þess að hafa hérna Daló frekar. Hann getur þá allan að koma bolta fyrir okkar. Já, já. En
Já, en þetta stóra spurningin minna. Hann fórir hins vegar, ekki Þór Arnar, ekki Ronaldo. Nei, ég held að minn ekki gera, ekki með það eitthvað svona undir, sko. Hver myndi koma inn fyrir Ronaldo? Gonzalo Ramos. Já, sem hörku leikmaður bara. En samt Impact. í brekku. Já, hann Impact sub í PSG, spila mestmjölis í deildinni, ekki jafn mikið í meðsaröldinni síðustu ár. Svo en samt, hann með miklu meir orku og fleira heldur Ronaldo, sko. Ronaldo sé alltaf klötsið sem hann sko. Sko, í það minnsta þá var hendun fyrr inn á Gonzalo Ramos. Hann var allt og lengi að taka þessa skiptingu og fjölga munum inn í tegin. Þeir náttúrulega fengu sko ekkert út úr Silva síðast og Vitinha átti sinn slagasta leik í langan tíma. Það líka, þú veist, Vitinha, hann gerir þetta alltaf tempói. Það náðist aldrei þetta tempó upp í leiknum þeirra. Það var einhvern veginn málið. En það er rétt, þeir þurfa að fá kantara sem getur brotið upp. Við sáu bara munin á Spánverjum. Þegar þeir voru loksins komið kantara til að stakka mann á mann. Þannig að þetta þarf að... En ég held samt, sko, Ronaldo aldrei að fara á bekkinn held ég, því að Martínez veit, þá verður hann bara rekinn, sko. Hvað þetta að gera? Ég held að geti hendaði ágætlega að vera með Gonzalo Ramos og Ronaldo frammi, en þá ertu einhvern veginn að mixa einhverja tígulmiðju eða bara 4-4-2 flata með, þú veist, Vitinha og Joe Neves, þú veist, Bruno kannski út á kanti, ykkur svona fríról og hinum minn ertu með hraðaskilur. Já, hræðir eitthvað upp í þessu. Já, og náttúrulega með Mendes og þú veist, bara fullt af bakurum, Núñez, Cancelo, Semedo sem að geta verið hátt uppi, skilur. Þurfi einhvern veginn að finna út úr þessu. Mér finnst hann ekki geta verið svona einhvern veginn einn frammi. Mér finnst hann tínast of mikið og ég held að hann þurfi hjálp með einhverjum öðrum með sér, þú veist. Annar gæði sem getur verið með hann, það bara Joe og Felix, því að þeir hafa spilað Al-Nassr bara og gert vel þar, sko. Felix, vinur minn. Maður fæ græna bólur. Ég skilði það vel, en hann var flottur í Al-Nassr og ég held að hann geti alveg verið góður í landsbolta. Já, herðu, tökum hérna, þetta smá umræði sem kom inga. Ég nenni ekki að fara ódjúpt í þetta og Bond og Hjörvar munu núna ærast, en hefur munurinn aldrei verið meiri? Á Messi og Ronaldo. Já, hann er aldrei verið meiri, sko. Það er bara klárt mál. Við skulum bíða samt Við gefa Ronaldo hennar leik. Aðalmunurinn er náttúrulega bara sá, já, það eru 2 ára milli þeirra, en munurinn er að Messi getur ennþá ekki boltan og hlaupið með hann og búið til eitthvað brengu, meðan Ronaldo er náttúrulega bara bíða eftir að það er búið til eitthvað fyrir hann. Ronaldo getur ekki tekið menn á lengur, eðlilega, hann er 41 sko. Þú veist, maður skilur það mjög vel, sko. En þú veist, vilt satt alltaf hafa Ronaldo sérstaklega, ég hugsaði í síðasta leik. Voru ekki búin að taka hann út á 60, það varðstu að halda honum inn á. Því að hann getur alltaf komið eins og mot Íslandi, bara sendingin í bóksið, skall á fjær, mark. Það munar, 41 árs Ronaldo. Og verður að vera jafnvel búin að taka hann út á hálfleik eða 60 eða þú ætlar einhvern veginn að hristu upp í ykkur og breyta ykkur takti, sko. Ég er 41 árs og það er allt vont. Það er allt vont. Það munar alveg mikið á þessum 2 árum, sko. Frá 39 upp í 41. Herru, hinn leikurinn í þessum K-riðli, það er leikur Kólumbíu og Dr. Kongo, eins og köllum alltaf. Það verður hörku leikur. Dr. Kongo eru betri en maður held, sko. Þetta er bara hörku lið. Já, Kólumbíumenn voru samt flottir, fyrsta leiknum sína. Já. Þeir bara skoruðu 3 mörk og bara 3-1 og menn voru eitthvað að tala Úsbekana aðeins upp. Þar heldur myndu vera bara eitthvað jafnt, en ég meina Luis Díaz bara fáránlega góð. Já, hann er bara staðið þetta topp 10 leikmaður í heiminum. Það er ekkert flóknar það. Þeir eru bara með fínt lið. Suárez er ágætis frammeri, Díaz með Muñoz í bakvarunum. James er ennþá mættur. Jeffers og Lerma hann á miðsvæðinu. John Arias er alltaf góð með landsliðinu. Men þeir geta bara tryggt sig áfram eða vinna þennan leik á móti Kongo. Sá leikur klukkan 2 í nótt. Verður þetta, hvernig spáðu sem leik? Ísi sigur eða vinna Úsbekarnir á sig? Ég held að þetta verði 2-1 Kólumbía. Erst þú að tala Portugal-leikina? Nei, fyrir ekki Kongo. Já, Kólumbía tekur þetta. Nei, þetta verður ekki Ísi sigur. Kongo sýndi það á móti Portugal, þetta er fínasta lið. En Portugal á móti... Það verður, já, ég held að Portugal svari fyrir sig núna. Þeir vinna 3-1, 2-0. Þeir skulda framistuðu, heldur betur. 3-0. Já, 3-0. Höldum áfram, förum með Miklaborg í betri fasteignir og tökum meiri uppbytun. Því stærsti leikur kvöldsins, það er líklega leikur Englands og Ghana. Alla munum að fá mesta áhorfið hér á Íslandi. Það er svo óhætt að segja það. Tuchel mæti með sína menn til Boston. Sjáum við sama lið og ekki Króatíu? Nei, hann er ekki þannig gerður. Hann mun pott breyta eitthvað, sko. Já. Og það er örugglega bara út frá okkur taktískum pælingum. Já. Hvernig hann ætlar að mæta þeim, sko. Já. Stundum getur hún líka verið íhaldsamur, sko. Já, það. Þú þekkir það betur en ég, sko. Þegar þú sé þeirri samfellda leiki með þínu liði með honum. Hann límið stundum að leið, sko. Hvaða breytingar ætti að gera, sko. Madueke var frábær á móti Króatíu. Gordon var lítið inn í leiknum.
Þannig að ef hann er að horfa á framistu þá Gordon líklegur að detta hann út. Já, en er hann ekki líklegur til að vera að trekkja, þú veist, er ekki auðveldara fyrir Saka að byrja, taka þessi hálfleik og fara út á þá? Já. Þeir voru verið að trekkja hann í gang, skilur við, heldur hann að vera að koma inn á einhverjum leik sem er fram og tilbaka, sko. Ég pæli því, sko. Svo spurði mér Rís, þinn mann, Rís James. Já, ég myndi... Hann er bara... Hann tók 90 mínútur á móti Ég myndi hvíla hann, sko. Bara upp og öryggi að gera, sko. Já, hann er, þú veist, Tuchel dýrkar hann. Held að það sé alveg klárt með hann. Og bara hann er svona stórt púsli í þessu liði. Þannig að já, það væri þá kannski hann í. Bara hvíla hann þarna og hafa hann feskan. Passa hann missa hann ekki. Hann getur farið til þess að sér í Konsa og þarna farið í Guei hafsendi líka. Þú veist, hann getur farið í fullt af útfærslum. Hann getur farið í Jet Spence í hægri bakurinn. Já. Ganverjar, þeir unnu Panama numlega með einu marki en engu sem kom sko 90+5 minni eða eitthvað. Það var eitthvað alveg fáralegt. Verður þetta walk in the park eða ná Jordan Ayew og félagar að stríða? Nei, þeir er ekki breykja á. Þetta verður bara þægilegt 3-0 eða eitthvað sko. Þeir pakkaði þeim saman sko. Ég elskaði þess að Jordan Ayew þarna. Það var algjör snill. En þeir hafsendar er ekki breyki Harry Kane sko. Nei, svo er það. Svo er það líka hérna Semenyo. Það spila bara móti sinni þjóð. Það er ekki flóknar en það. Þetta verður mjög þægilegur sigur hjá Englendingum. Þeir bara, þessi leikur hjá þeim móti Króatíu. Þetta er einn besta frammistaðan á mótinu. Komur ekkert eðlilega mikið óvart. Þetta var easy win. Já, þeir voru mjög sterkir. Hinleikurinn hann er kl. 11 í kvöld. Það eru Panama og Króatía, þetta er mitt. Bæði ljón stiga. Króatía þurfa sigur og ekkert annað. Það er eitthvað sem ég finnst bara, það vantar eitthvað mikið svægi yfir. Já, sko, fyrir 4 árum, Panama Króatía, easy win Króatía. En mér finnst það ekki núna. Þú veist, mér finnst bara búið að fáir þarna sem þú getur bara eitthvað treyst á að sé að fara að delivera það, sko. Þú veist, þetta eru svolítið mikið sömu mennir eins og við talað skilurðu. Það er enginn svona eitthvað áberandi góður að þessu við verið ást hjá þeim, sko. Svona með þetta ekstra, sko. Nei, þetta er ekki sama Króatíu-lið við erum að sjá á svo stórmótum. Luka Modric er ekki ennþá að taka við leikina, sko. Modric var í alvöru brasi sérstaklega til að byrja með Englandi, hann áeiginlega þetta fyrsta mark. Vonda snertingu og brýtur svo Madueke, hann bara á þetta mark. Kovacic lítur að koma inn í lið. Það breytti svolítið þegar hann kom inn á miðsvæði í seinna hálfleik á móti Englandi. Þannig að þetta verður ekki easy win fyrir Króatíu. Og að því að þetta Panama-lið er líka bara fínt. Það er ekki stóri póstar hana. Skipulegir. Já, bara líka verið að ná í góð úrslit. Þannig að þetta gætum alveg séð okkur óvænt hana, en ég held að Króatíu harkita. Herru, nú eru menn konur á tjattið. Hvað er verið að segja þarna? Það er verið aðeins eitthvað, saumað AI í okkar manni. Áður en eiga að fara að drullu yfir USA yfir smá drömmu, skulle ekki gleyma að gera þetta. Þessi eru rafna að Suðurnesjunum. Við pössum upp á Bandaríkjamenn. Það höfum verið með herinn upp frá heilingi. Ég var nú ekkert að drullu það, ég bara spurja hvort það væri að vera dramatískar eða ekki. Nei, ég held að þetta sé ekki dramatík, sko. Ég held að við hafa það hreinu. Svo kemur Elvar Guðmundsson. Ef allt væri rétt og sanngjarnt ætti Messi að vera með 1 mark í keppninni, þá er búið að koma þessu punktum framfæri hér í þættinum. Þetta er held ég elsti rugglaðasti Ronaldo aðdáandi á landinu, ég veit hver þetta er. Væri hann í þættinum með Bond, sem Bond myndi stýra? Það var Siggi Bond, Hjörvar, hann og svona, já, kannski hverju nokkri viðbót, Róbert, FIFA-gæinn, það væri bara... Fyrir líka Stengurinn sinni fyrir norðan, þeir þurfa að vera líka. Herðu, en þetta er samt rétt hjá honum. Það ertu bara að texta það yfir á portugalsku. En þetta er samt rétt hjá honum. Ertu að tala með tæklinguna? Já, þetta er rétt hjá honum. Ég er mjög ósámála ykkur öllum bara, þú ert náttúrulega allt og soft þegar það kemur á bara brotum, það er bara rugl. Hvað meinar þú? Það er bara öllum stúkuþáttum, þá bara alltaf, já, þetta er víti, það er bara allt víti, já, svo sammála Óskari. Býta aðeins, það var víti? Leið mér svolítið að tala. Xavi Simons, sem mútið Van Dijk í veitur, maður settir í. Xavi Simons mútið Van Dijk. Hann steig á hann og var rautt spjald. Ég man eftir þessu. Já, það var ekki neitt. Það var ekkert rautt. Þetta er nákvæmlega eins, þetta er ekki rautt. Þú ert að stíga og nákvæmt gæja, áfram með leikinu, hætti þessu bara, þú veist, þið eru að skemma fótboltanum með einhverju vardæmi, allt er sýnt í slow-mo, öll brot, bara eitthvað, og stígur hún að gæja ferði í hann, bara eitthvað smá sóli, það var bara alltaf rautt. Ég var mjög fegin, Karl Freylaug-dæmið, sástu það? Fór með sólan smá í fredd, áfram með leikinn, maður, þú veist. Nennu að gefa rautt spjaldið þetta, sjáum við þetta. Það voru báðir sérfræðingarnir í stúkunum sem vildi rautt þar. Hann er ekki brjóta hann löppina, sko. Hann er rétt fyrir aftan í. Má sjá það. Ég held að þetta hafi gerst fyrir mig svona 300 sinnum í fótbolta.
Maður stendur upp og heldur áfram. Hann sannsöðu, Albert sögðu, hann stígur ekkert eitthvað, þetta er, þú veist, hann svona, þetta er svona, ég ætla að segja þetta sé svona eitthvað, þetta er bara bölva kýtt Þetta er bara skrapa í kálan. Ég dyrka Messi, það er auðvitað að halda með Messi, ef við svissum þessu við, að því að þið, sko, þeir eru klálega Messi-menn, það er einnig Messi-treyju. Albert, ég er bara ángriðs hættur að taka markaður að kemur ykkur brotum, því það er bara allt rautt og það er bara allt víti, þetta er bara óþolandi að hlusta á það. Ég held að séu flestir á þú verður að fara að rífa í gang, sko. Lárus Orri er búin að pakka þér saman, Óskar Hrafn og núna ég. Þú verður að fara að stoppa þetta. Ég held að séu flestir þið, ef þetta var Ronaldo, myndur setja sér rautt. Nei, ég væri ekkert rautt. Ég var að segja, þetta væri alltaf rautt. það var Liverpool-leikur á móti Tottenham. Það er svona brotið á Van Dijk. Það var ekkert á það. Bara áfram með þetta. Ég man ekkert eftir því Nei, þú veist, ég geti fundið eitthvað. En báðið sérfræðingar í stúkunni í gervildi eins og að meina Karl Friður að þetta fór rautt. Já, ég bróð samlega. Það er bara því þeir eru orðin alltaf soft eins og allir í fótbolta í dag. Of harð. Nei, það er alltaf margir alltaf soft. Þetta hérna. Þetta var annað. Ég var að minna að Xavi Simons steig á Van Dijk. Það er ekkert á það. Við skulum aðeins halda okkur hérna við efnið svo, við fórum ekki yfir hérna á sundarskvöldi yfir leik hérna Úrugvæ og Grænhöfðaeyja. Þeir bara klúðruðu sínum málum Úrugvæ. Nú er leik eftir á móti Spáni, þeir með 2 stig og bara í skýta málum og Grænhöfðaeyjar, þeir vinna bara sátana og fara áfram. Þeir eru bara ekki nægilega góðir að vanta bara svo stóru pósta sem að vera í hafum og mér finnst það voða skemmtilegt lið og gaman að horfa á þeim og svo vantar bara Cavani, að vantar Luis Suárez, að vantar þessar byssur sem hafa verið að það síðustu árskilur. Þeir eru ekki með þetta ekstra sem þeir hafa átt verið með, sko. Og svo smá vombriði líka, þú veist, þetta er ekki alveg Bielsa-bolti sem þetta vona, sko. Nei, það hefur verið miklu meiri svona bilun sem eru gangið í honum, þetta hefur verið flatt, sko. Svo hafa þeir líka svolítið, þú veist, þeir svolítið þarna nærstaði að vera með mjög öfluga hafsenda. Já, voru með Diego Godin. Já, Diego Godin og Giménez var upp sitt besta, skilur. Það er bara, þetta eru bara einhverju gúmmigæjar núna, sko. Þeir eru líka framverja lausir, sko. Keli er komin í gír. Herðu, talandi þína menn, Keli, þá fyrir líka Nýja-Sjáland 1, Egyptaland 3, þessi leikur var, fyrir sólarhring síðan. Fyrsti sigur sögunni. Já, ég hef bara ekki áttum á því, sko. En þetta var nokkuð stórt og ég meina þeir líka bara, því þeir eru núna, það er allir búið með 2 leiki. Þetta er spennandi riðill, Egyptaland 4 stig, Íran 2 stig, Belgia 2 stig og Nýja-Sjáland 1 stig. Allt opið. Já. Þetta er svona örgulega jafnasti riðillinn, myndi ég segja. Þannig getur öll liðinni alla. Það er ekkert í mörgur riðlum, sko. Nei. Belgia, það mestu vombriðin á þessu móti. Tyrkinir. Tyrkinir er alveg gjörsamlega hægileg. Svo Belgia hinga til, það er klárt. Tyrkinir eru bara djók, sko. Já, þetta er eins og segja mikið og þú veist, Egyptalandi, þeir eiga Íranana eftir. Sala mætti leik, sko, mark. En Belgarnir hljóttu að vinna Nýja-Sjáland og þá faraði bara örugglega áfram með 5 stig, þannig að þetta er svo mikið verra en það. Það er ekki neitt í úrslitakeppninni, sko. Nei, ég er sammála. Hjörvar hefur verið að tala á eitthvað aðeins upp. Ég er bara ekki sammála. Ég er ósammála líka, sko. Já. Herðu, sem skilið við HM og förum aðeins í ensku úrslitina og gerum það með Nokko. Þess ég hendi mér einn Nokko eftir hennar þátt, ég held að það sé alveg bókað. Slúðristrákar. Það er svona, auðvitað, tekur HM mikið til sín, þannig að umbæðnir eru ekki eins svona djarfir og brattir og vanalega og liðum þurfa að vera stilt, en bara aðeins, við erum bara að heyra, Diomandi, er þetta eitthvað meira að gerast þar með púlarna, Kili? Nú er PSG eitthvað inn í þetta að segja sagan, sko. Það er held ég því að þeir eru að fyrirbyggja það ef að Barcola fyrir Arsenal, sem ég held að geta alveg gerst, sko. Já. Ég get alveg trúa að hann sé honum þreyttur á að vera alltaf einhver 4. maður, skilur, hann er það góður. Bradley Barcola. Já, Bradley Barcola er að segja. Svo ég held að ef að Bradley Barcola verður í PSG, þá kemur Diomandi líklega í Liverpool. En ég er samt smáður mjög ánægður með þetta. Ég hef síðan spilað Victor Munoz, flottu spilari. Það er ekkert svakalega statistík á síðustu leiktíði, hann er með eitthvað 6 mörk, 4 assist, ég man ekki hvernig nákvæmlega var. En það er hraði í honum, það er bolt í honum og ég held að þetta sé það sem að Liverpool þarf, sko. Okay. Og það er þakka honum. Já. En meira, hvað mun ég að gera meira eftir þetta? Þeir þurfa alltaf eitthvað aftast. Já, þurfa aftast. Hann mun fara í hafsend, það er klárt mál. Og stóttir sjöru konu með Jeremy Jacquet, sem er reyndar mittist leið og hann skrifundur í Liverpool og hann er eitthvað að koma tilbaka núna. Líka bara Já, hvað er 19 ára? Já, það ekki? Hann tvítur held ég, 6 model. Ok. Og svo ég er náttúrulega inni að Leoni. En hann, þeir þurfa fleiri. Það sem er verið vandamál Liverpool bara fyrir utan kannski þar síðan tímbilum, hann Van Dijk var bara hörkuöflugur og var heill allan tíman. Bara þeir ekki með neina til að covera hann, til að hvíla hann inn á milli, skilur.
allir bara eitthvað, heyrðu, Van Dijk gerir mistökin, já, eðlilega gera mistök því hann spila hvern einasta leik, hverja einustu viku og hann 35 ára, sko. Já. Og bara, hann oft bara búinn á því, sko. Já. Hérna, ég sá Mínimenn, það var alveg bara nánast verið dauð á þögn. Já. Það kom ykkur mjög svona fyndin orðum Florian Wirtz, sem ég held að menn hafa bara verið að leika sér að tengja saman punkt að Sabi Alonso og Leverkusen skilur Já, nei. Það er sko bara orða núna sem er bara svona þvælu orðumar, það er Grimaldo líka, og nú Florian Wirtz. Þú veist, ég bý bara eftir að Xhaka verið orðaðið í Chelsea eða eitthvað, sko. Þetta er alveg þannig. Ég sá okkur orðum með Maxins Lacroix, já, það var sem er komin á. Þannig að þetta er svona fyrstu orðuminn sem kemur, maður sér að, þú veist, er með eitthvað raunverð á baki. Ég væri til í hann líka. Ég er til í það. Þetta er heldur bara, frábær. hann og Lífa Kolvul myndu vera bara heldur fínt talsendabæn til að byggja um þetta. Ólíkt mörgum hafsendum að Chelsea, hann er frekar svona solid, þú veist, hann gerir lítið einhverjum ruglum mistökum, sko. Já. Og hann mætið til leiks alltaf, hann er ekki alltaf meiddur, sko. Nei, sammála því, það var eitthvað í þessu. En byrjuðu Enzo til Real, það er ennþá í... Ég held að hann endi þar. Það er ennþá lífi? Ég held að hann endi þar, sko. Ég er nokkuð viss og Chelsea náttúrulega búið að tryggja sér Valentí Barco, sem sagt hjá Strasbourg, sem er hérna í miðjumaðurinn hérna sem er í hópnum. Já, tryggja sér, hættu bulli, maður, þetta er náttúrulega bara eigandi með einhverju eignarhaldi við Strasbourg. Já, en þetta er eins og að Gilli, það er með máli. Þegar þeir kaupa leik frá Strasbourg, þá þurfa að passa sig alveg svakalega mikið á því að borga ekki eitthvað undirverð. Þetta er eins og verið ég og þarna vorum að spila þarna fútbolmann og vorum náttúrulega pirraðir og tókum við öðru liði og seldum gæja til okkar og við búlaði þetta örgulega. Þeir líka þá Kuenda, já, frá Sporting. Menn eru að skoða mikið, hann getur verið svona í svona bakarastöðum Ég var spennt fyrir tíðantífunum, hann var ekki spes í fyrra. Nei. Kannski held ég hann að spila minna mögulega þegar að búið að selja hann, sko. En þú veist, það eru taktar í honum og svona, sko. Tölfaðar hann stroppaði. Svo eru mörglið að skoða núna Balogun eftir þess að byrjun að hafa. Já, það er skiljanlega. Þínir menn, Albert, er Harfi Bansson þetta yfir línu? Góður. Ég sá ykkur orðað við leik með Leicester, hvað heitir það, Monga? Jeremy Monga. Já. Hann er 16 ára gamall. Ég er að segja það. Það er leikmaður sem taka á og lána síðan í einhver tíðanbill. Nú leikmaður sem við fórum yfir þegar við vorum að fara ekkert mann þegar var bikarhelgi og ég var að tala um hann. Nú want to watch, ég er mjög hrifinn á hann, hann nýst mér vel í manager. Þannig að það er góður leikmaður held ég. Annars er þetta bara Barcola sem er að heyra. Þú veist, þetta er vinstri kantur sem Arsenal þarf að taka og þarf að taka í efstu hyllu. Eða þú veist, þetta má ekki vera svipað rotation player og við erum búin að vera með Trossard og Martinelli. Þetta þarf að vera einhver leikmaður sem bara á þessa vinstra kantara stöðu, alveg. Ég segi 2, þú veist, ég segi Barcola og svo ekki til að cover hann bara ungan. Ég myndi bara offlota bæði Trossardur að vera gamall. En Max Dáman, árun eldri. Já, hann getur spilað út að hægri, hann getur spilað út miðsvæðis. Dáman getur rólinni. Hann sé ekki meira svona vinstri, þú veist, hann er hrikalega góður svo gæmaður, sæll. Svo spurning með Morgan Rodgers. Já, Morgan Rodgers. Hann vill fara. Já, hann getur spilað vinstra megin, en mér finnst hann samt svona smá svona eins og Esi, svona eitthvað með mitt á milli að vera vinstri kantari og í hólunni, sko. Já, Aston Villa, þeir eru að taka Báin. Já. Sniðu kaup. Leeds alltaf að taka Harry Wilson, það er allavega það sem er að heyra núna. Já. Annars er svona, þú veist, svo fara sér stóru díla, þetta fer alltaf að gerast þegar það er búið. Ég vil bara sjá okkur liðið taka Boudadi. Er það ekki rétt, eða? Boudadi, sem er í Marokko. Marokko er núna góður maður. Já, það verður spurning hvað verður með alltaf Lillíka. Þeir eru alltaf tilbúin að selja. Já, kemur um rétt verð. Bara business model er það. Þannig að hvert haldið hann fari, menna, þú veist. City, Arsenal. Ég skítræði að hann fari bara PSG. PSG líka, já. Það væri helvítið þreytt. Þeir eru sem hann gætur. Neves. Já, það er þetta rétt. Er hann kannski of svona mikið 6-8 eins og þeir skilur? Þurfa þær kannski meira 10 til að leysa Fabian Ruiz eða koma eitthvað annað. Þeir geta alveg verið 3 saman að þeir myndi ekki missa boltan, sko. Nei. Já, þetta er geggjum að þessu, er eitthvað gerast á tjattinu? Rodgers fyrir Arsenal, það er 100p. Þeir eru Hilmar Halldórsson. Skagamaðurinn geði. Svo erum við menn ennþá að rífa. Keli vaknaði og kaust staðarendir. Já. Ég fór svo mjög seint, sko. Tók tíma. Ómar hérna að rósa mig fyrir treyjuna mína. Takk ekki alveg fyrir það. Það er smá löf. Já, það er gaman að þessu. Hver er BBG? Var ekki að leggja upp? Hvað er það? Bjarki Björn Gunnarsson, eða ekki? Ég sé hann ekki hana. Einar Gauti Ólafsson. Já. Það hlýtur að vera hann. Ekki Óli Stef Bjarka FH frá Falli. Ólífur Stefánsson, hann er komin að vera orðað hann núna við hann er komin til FH
Oliver, Er hann komið til FH? það er Það háar er orð frábært, þá með takin að Tobias Karlsson og fleia hún Já, já. burtu, sko. Jóhann þekkir hann vel. Já, ég er ekki frændað þess að. Nei, Þeir þetta er allt eru að frændur sýna þarna á okkur skæðanum. flesta stóðsendingar yfir á HM. Já, Það er Það er Messi, Lionel já. Messi Já, með já. 8 stóðsendingar í 28 leikjum. Þetta er alveg listi. Maradona með 8 stóðsendingar í 21 leik. Já. Já. Þetta er snilt. Herri Stökkar, er komið okkur eitthvað að lokum? nei, ég held sem bara nettir, sko. Það er ekki það. Það ekki? Við vantar með outro-takkan, hann er ekki með hann. Við spila þunga hníp bara hér og valega. Já. Jú. Gerum Það það verður svona. eitthvað, það verður að hafa eitthvað. Já, í outro-inu. Herri, Dóttar fútból snýr aftur. Takk fyrir okkur.